Komið sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 4. júlí 2025 og Bitcoin í $107.533. Og hingað mættur Björn Harðarsson. Vertu blessaður, Björn. Sælum blessaður. Ég viðurkenni, mér finnst svolítið pirrandi að vera að tilkynna að Bitcoin sé 107.533. Við fórum yfir 110.000 í vikunni. Ég batt vonir við að við varum að fara að taka þennan þátt upp í hæstu hæðum. Við vorum bara eitthvað 1,2% frá því eða eitthvað? Já, hæstu hæðir eru 112.000, cirka akkurat slett eiginlega. Þannig að við vorum að grínast með það hérna fyrir þáttin að þetta búið að vera aldrei munstrið. Þetta að það gerist eitthvað svona gott, þetta að rísa upp, svo kemur á upptökum og það var alltaf svona smávægilegt bakslag. Mér finnst samt einhvern veginn sko þessi dagar núna undanfæri sem þetta fór svona svolítið upp sko og það fór líka eitthvað altcoins og Ethereum. Já, Ethereum keyrði vel upp, 8% fór í. Ég fann það bara svona að tala við fólk sem hefur svona aðeins dottið út úr þessu og verið að fylgjast minna með það svona aðeins vaknað aftur og það þetta ekki bjartsýnis tölur sem við erum búin að vera að sjá. Já, maður fann það var klálega léttari stemning og var ótrúlegt sko hvað bara markaðurinn kvikur til dæmis bara eins og á Íslandi. Þú veist, við sáum bara strax sérstaklega á þessum degi þannig að fyrir, langar að segja, hvað þessi 2-3 dagar síðan sko þetta var að keyra svona vel upp að þá sá maður bara miklu meira activity að hjá fólki á myntkaupum sem svona líka alveg gefið kynna þó svo að markaðurinn hafi verið aldrei dormant að fólk samtalið með puttan á púlsunum. Já, svo hugsaði ég eitt í þessu sko að þú veist að það sem við höfum séð í gegnum tíðina að sveiflunar á markaðanum eru einhvern veginn alltaf meiri báðar áttir þannig séð helgar að því það bara minna fyrir að treyta. Það má eiginlega segja að þú veist minna að því við miðum okkur svo mikið við hvað að gerast í Bandaríkjunum þá eiginlega sko helgi núna í dag sem við erum að taka upp hérna þátt. Það 4. júlí í dag. Já, það stærðarinn á dagur, það þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna, 4th of July. Sko, við erum með svona þó nokkra hluti til að tala og kannski fyrirfram var ég búin að sjá fyrir mér að þetta Big Beautiful Bill sem nýlega var samþykkt með eins naumu meirihluta og eiginlega hugsast getur. Það fór 214 í fulltrúadeildinni og 51-50 í Senate þar sem það svakalega lítið. Það getur ekki verið minna allan. Nei, þar sem J.D. Vance varaforseti var tiebreakerinn. Svo bara eftir að hafa lagst aðeins betur yfir þetta frumvarp sko að það tekur ekki á kryptó með neinum beinum hætti sko og bara alls ekki. En þú veist, mögulega þú veist, eigur þetta bjartsýnina fyrir kryptófólkið einhvern veginn að eins furðulegt og það að vera auka skuldi Bandaríkjanna með þessu? Einmitt, að þetta muni með óbeinum hætti sem sagt auka peningamann í umferð að Bandaríkin muni þá þurfa að gefa út meira af ríkisskuldabréfum var að tala held ég að þessi gert ráð fyrir alltaf 3-4 trilljón dollara aukningu á næstu minnum við 3 árum frá þetta frumvarp verði hérna samþykkt sem var núna 2. júlí þannig að, jú, þú veist gott fyrir eignamarkaði myndi maður halda sko það sem ég held eins og að verði stærsta fréttin hjá okkur í dag sem samt líka með dálítið stóru eni en við munum enga síður fjalla nokkur rækilega það. Það eru nokkur stóra þannig ég svolítið spenntur að heyra hvað það verður að segja sko. En það Solana ETF samþykktur í Bandaríkjunum og kannski árinni fyrir að telja upp öll þessi atriði sem við ætlum að fjalla að byrja bara að tala hvað það og þú veist hvaða áhrif þetta hefur og af hverju þetta samt svona smá vonbrigði við nánari skoðun en samt kannski ekki. Ekki vonbrigði en svona vonbrigði nánari skoðun frá fyrstu frétt kannski. Já. Ég var að fara aðeins í það. Endilega. Sko ég bara viðurkenna ég fekk svona fyririldi í magan þegar ég bara var á Twitter og sé allt í einu Solana ETF samþykkt
og ég hafði alveg smá trú að því að við gætum alveg fengið samþykki í júlí þó að svona síðasti dagurinn eins og við höfum talað um hérna, það var ekki fyrir í október. En þú veist, samt kom þetta manni svona óvart einhvern veginn og maður hugsaði bara, vá, þetta er risafrétt og svo kikið maður á verðið á Solana og það bara á einhverjum sekundum bróktu þá keyrði það svolítið mikið upp. Já, fór upp í réttaflega 160. Já. Bara úr 150-160. Sem var í rauninni að hluta til auðvitað bara eins og oft áður, þá var það í rauninni bara að þeir sem voru að shorta Solana voru liquidator, þeir voru semst og lokaði bara sjálfur sko líka. Já, það líka, já. En þú veist, svo þurfum við að fara að skoða þetta bara, þú veist, það er fyrsta sem ég tók eftir þegar ég skoða þetta, þá sagði bara, ok, ég var nú eitthvað búin að skoða þá sem voru búin að sækja og svo sé ég alltaf einu Rex, Osprey, Solana í sem fyrirtæki á bakvið þetta og ég man ekki að sé þetta og þá svona, þú veist, ég kemur mér kannski óvart að, þú veist, ég hef búin að vera að fylgjast með hvað menna að vera að segja þetta því ég vildi svona reyna að kafi þetta og mér svona flestir er bara að vera bara þetta er geggja, þetta er frábært og allt það, sko en svo bara svona alls konar aðrar hliðar á þessu ok, en minna, þú veist, hann byrjaði á miðvikudaginn, þessi kaupautasjóður og voljúmið á honum var alveg töluvert mikið á Solaring, $33 miljónir. Já, $12 miljónir innflæði. Já, en þú veist, ok, jákvæða hluturinn á bakvið þetta að það komin augljóslega kaupautasjóður með Solana og Solana í Jeff. En sem að skoða þetta fyrirtæki frekar lítið, það ekkit kannski búist ekkit endilega við ykkur svona mikilli stækkun á þessu og annað, þú veist, ég átta mig ekki alveg á öllu þessu, þetta svona virðist vera einhvern veginn þannig að þetta sjóður sem að rauninni að kaupa í svona kaupallasjóðum utan Bandaríkjanna og það að segja selja einhvern veginn áfram. Það að segja, þú veist, þeir eiga hlut í kaupallasjóðum annar staðar og fólk að fjárfesta í því rauninni. Eins og það væri hlutabréf í Kanada eða eitthvað slíkt sko. Já, sko engar síður þá samt mekanismin þannig að þessi sjóður hann kaupir Solana líka, hann kaupir Solana beint 80% spot Solana exposure og það sem er líka mjög merkilegt en sjóð að hann með staking. Já, fyrsti kaupallarsjóðurinn í krypto sem staking í Ethereum ekki komið það sko. Þannig að sko maður fær þess að frétt fyrst og ályktanna sem að dregur voru augljóst að það að SEC hafi verið að samþykja fyrsta Solana spot ETF sjóðinn sem þar að ekki væri með staking feature líka. Maður gaf sér það bara. Já, og sérstaklega þegar maður skoðar á verðið og sér að Solana spækar vel upp. Svo sér maður að Solana bara mjög fljótlega eftir þetta sígur aftur niður og þá fer maður að skoða hvað þetta nákvæmlega og af hverju þetta ekki einn stór frétt og virðist vera að þetta sem sagt, SEC samþykti ekki þennan sjóð. Slappuð hann ekki heldur af sko. Nei, og það hefur verið mjög langsótt fyrir að gera það. Ástæðan fyrir því og þetta er kaupöll í Chicago ekki sérlega stórt batteri að þú ber saman við það sem í New York sko, en enga síður alveg, ég ætla ekki að lítið úr þessu en málega að umsókn þessa sjóðs heyrir ekki undir sko bandaríska verðbréfalöggjöf þar að leiðandi SEC ekki þarf ekki að veita samþykki fyrir þessu heldur þetta US Investment Company Act of 1940 eða einhver fjárfestingafyrirtækja löggjöf frá 1940 og í stuttumáli þá þeir að komast fram hjá því að fá samþykkt ákveðin hlutir sem eitthvað 19,1 eitthvað sem rauninni þar sem að hinni sjóðnir hafa verið stoppað ég veit ekki nákvæmlega hvað það felur í. Já, þú getur lítið að koma fram og ég kannski nálgast að meira hann bara að þetta einfallega bara þú veist, þetta var bara ekki eins metnað full umsókn, það bara vildi koma en enga síður, það sem eftir stendur það sannarlega komin up and running spot ETF Solana sjóður í Bandaríkjunum með staking
future. Já, og menn að fá hann 7,3% á ári í vexti af þessum eignarhlutarsinnum, sko, þannig að það er bara mjög gott. Þannig að þetta er alveg klárlega, þetta er jákvæð frétt, en þú veist, ef þetta hefði verið það sem við erum að vonast eftir og býða eftir og hérna gerum ráð fyrir að verið samþykkt á þessu ári, þú varst en í síðasta þætti varstu með dagsetningar yfir loka deadline á þessu, þá hefði náttúrulega keyrt allan markaðin upp og þannig að þetta er kannski mikilvægt fyrir bara held ég hlustendur að því að maður þarf svolítið að svona grafa dálítið djúpt í þetta til átt að sjá munnum á þessu, en sem sagt vonbrigðin eru þau að SEC er ennþá ekki búin að samþykja spot ETF Solana sjóð. Og þetta er ekki stór sjóður eins og Fidelity eða BlackRock eða eitthvað af þessum stærri sjóðum. Sko. Þetta er raun og verið ekkert svo ósvipað og það var verið að það var hérna fyrirtækjaldi Canary Invest eða Canary Funds eða eitthvað sem var með ekkert svo ósvipað dæmi, þeir voru að sitja á laggirnar CRO ETF sjóð, sko, sem auðvitað hefur ekkert mikil áhrif á markaði því að það er ekki SEC að samþykkja þetta. SEC eins og hefði getað hindrað þessa umsókn, en þá hefur þurft að skilgreina officially Solana sem security. Já. Og alltaf ef þeir hefðu gert það, þá hefði markaðarinn gjörsamlega krassað, sko. Svo, veist, og það er ekki að fara að gerast, eða mjög líklega. Sumt að þessu, mér finnst stundu fréttir mynda að vera svona eins og bara menn áttast ekki nákvæmlega á öllum, en að sumir segja þetta sé ekki reynt eins og að tala hérna Solana, það sé meira hvað þetta afleiður. Nei, það er ekki rétt, sko. Það var eitthvað, ég heyrði eitthvað tala þannig að virðist vera, og það sem ég er að meina með því er að mér finnst svolítið svona fréttaflutningur ummynda eða umræða mann ummynda er eins og menn bara sé ekki beint átt að segja á hvað þetta er, en þú veist, stóra málið þessu menn eru bara mjög jákvæðir að þannig er allavega komið skrefi í ykkur átt hvað sem okkur finnst það og þú veist, og við vitum það alveg hitt kemur, spurning bara hvenær það kemur, sko. Já. Það var hérna Polymarket þarna var með eitthvað að spá því að þessi sinni jákvæðan 98% líkur að við hafa verið samþykkt eða Solana hefði kaupallarsjóður í júli. Já, það. Já. Það verður nú ágætt að taka 2% að segja að gerist ekki í júli. Ekki í júli, sko. Ég er ekki endilega sannfærður en bara, við skulum bara vona. Nei, en ok, sko, margar fleiri stóra fréttir. Núna er búið að starfrækja, það er sem sagt up and running hlutabréfaviðskipti á bálkakeðum og þetta eru 4 aðilar í Bandaríkjunum núna, þú veist með Kraken, Gemini, Robinhood og Ondo Finance. Já, og Kraken er rauninni einhvers konar, það er einhver tenging við Solana. Já, þeir eru bara að keyra þetta held ég á Solana. Þeir eru að keyra þetta á Solana á meðan sko Robinhood allavega, ég man ekki með Gemini, Gemini er sennilega líka eru á layer 2 hérna arbitrum. Já, sem er í Ethereum layer 2. Ethereum layer 2, já. Þannig að sko maður getur alltaf að það voru 2 stórar góðar fréttir fyrir Solana í vikunni. Þetta er þetta risa frétt fyrir bara þróun bálkakeðjutækninar og það almenni fjármálamarkaðan sem komandi inn. Við höfum búin að tala þetta lengi að við höfum að sjá hlutabréf meira á bálkakeðjunu og þarna kemur bara á einu bretti bara á einhverju nokkru dögum að þá er bara fullt aðalum að gera þetta. Þetta er alveg áhugavert. Ég sá svona það sem að Robinhood var að tala þetta, hvernig þetta virkaði. Það virka þannig að þú kaupir til dæmis bara X Tesla og þegar þú kaupir það, þá átamandili verður eitthvað svona tenging við fjármálamarkaðan við eitthvað svona bróker sjálfkrafa, það sem er keypt hlutabréfin fyrir jafn mikið og þú keyptir og svo þegar þú selur aftur að þá er það rauninni selt og hérna tókenni sem að þú varst að selja er brent. Þannig að þetta er alltaf einn á móti einum og kannski munurinn er einhvern veginn þannig að þú veist að þetta er rauninni þannig að þú veist þetta er 24/7 en það sem að þetta er ekki fyrir Bandaríkjamenn, þetta er bara fyrir Evrópu. Já. Tala með Evrópusambandið eða þú veist, við grunna á Ísland sé inn í því sko.
Þannig að Bandaríkjamenn eiga ekki geta gert þetta. Ég spyrir mig samt að því hlutafis eru Solana og við tala Jupiter hérna sem nú þetta bara svona, þú veist það sem að þú ert ekki með eitt KYC, þú ert ekki að segja hver þú ert. Þú getur notað hugbúnað til að láta eins og sért í Evrópu og þú getur keypt, þannig að það er alveg möguleikar til þeir, sko. En þetta mun koma til Bandaríkjanna, sko, engin spurning, sko, en áhvert, ég var ekki með þetta á hreinu að þetta væri, þeir eru byrjað eins og sækir standa býðist Evrópubúum engangu að Já, ég sá ekki betur að það væri það í öllum þessum og þú veist, og sumir segir þessi frábært fyrir Evrópu, þetta er frábært fyrir Evrópu að þú veist, margir hafa kvartað yfir því að það sé erfitt að flókið að kaupa sum bandarísk hlutabréf fyrir Evrópubúa en svo, þú veist, ég hugsa þetta svolítið svona í fleirin eina átt. Þú veist, jákvæðastur hlutin í þessu held ég að sé bara það svona, ef við hugsum bara þróun bálkakeðjutækninnar, hvert við erum að stefna og verða meira svona mainstream, þá er þetta bara 100% með því jákvæðasta frétt sem við séum bara árinu líku við, sko. Já. En svo hugsa ég líka, og það, ég ætla bara að spyrja þig að þessu, ok, núna þeir sem eru á Solana, þeir sem eru á Robinhood jafnvel og þeir sem eru á Gemini og þeir sem eru á Kraken, þeir eru rosa mikið bara kryptofólk. Og nú er það mjög einfalt fyrir það að kaupa Tesla, geta selt pengu tókenni sitt fyrir Tesla eða Dogecoin eða eitthvað slags, bara swappar bara hann á milli. Þýðir þetta rauninni að þetta sé kannski verðlega séð neikvætt fyrir markaðina, að menn sé að fara að selja kryptóið sitt fyrir Tesla? Mér finnst það góð spurning. Ég augljóslega get ekki svarað öðru sem bara eftir einhverjum ályktunum, sko, en til skemmri tíma mögulega já, af því að ég hugsa bara ef ég tek sjálf á mér sem dæmi, ég ætti eflaust einhver amerísk hlutabréf sem ég á ekki í dag, eða væri jafnöðvöld fyrir mig að kaupa þau og bara sæna upp í eitthvað app eins og maður kaupir kryptó, sko. Þannig að þannig að allt innu komið stóra samkeppni og innflæði fjármagnsins er þá að dreifast í fleiri rásir heldur bara einhver kryptótóken, sko. Og ég tek undir þetta, ég vætti örugglega í einhver nývíta Tesla eða eitthvað svona, sko. Þú veist, að því litum til þá er þetta góða punktur, en ég held samt, sko, til lengri tíma litið, the bigger picture er að samlegar áhrifin verða bara svo miklu meiri af því að þú ert að fá enn meira brautagengi, enn meira adoption, enn meiri viðurkenningu á bálkakeðjutækninni. Það sem ég ætla að vona að allt þetta geri er að ég held að sem þegar byrjaði að gerast er að ég vona bara á næstu árum þá sigti kryptómarkaðurinn út allt kryptóruslið sem í gangi. Þú er með 20.000 rafmynta og þú veist, ég hérna, og ég menn eins og við rættin áður bara besta playið 2021 var bara að kaupa einhvers konar rugl tokens, skilur og elda eitthvað hæp, sko. Það play, maður heyrir ekki mikið af hetjusugum lengur í þannig playum, sko. Þetta getur alltaf nefnt eitthvað, sko. En ég held að markaðurinn sé að verða svona, hann er að verða meira educated, hann er að filtera út ruslið og þannig að þú veist, ég held að þetta sé bara liður í því að þetta er orðið meira alvöru markaður og ég meina fyrir vikið, þú veist, ég held að þú getur líka sagt á hinbúndin, sko, þeir sem verður ekki búin að vera í kryptó nú þegar, að þeir horfa hann á allt í einu, í Ethereum og Solana er núna, sko, enn frekar að auka við hið raunverulega notagildi sem þessar bálkakeðjur hafa, ergo ég ætla að fara að setja pening núna í Solana sem ég hefði kannski annars ekki gert en ég gera það núna því þeir eru að fara að keyra stock trading á Solana bálkakeðjunni, fattur þú hvað ég er að fara, sko, versus að þú ert með kryptoprojekt sem eru ekki með neitt sambarlegt eða samkeppnishæf use cases, þá finnst mér það eðlilegt að þau bara fjari útskilur og ég sé ekkert neikvætt við það, þetta er neikvætt fyrir þá sem eiga í þessum tókunum og maður sættis við að maður gæti átt eitthvað tóken sjálfur sem verði þeim örlögum að bráð, sko. Þetta sé mikil á þetta. Já, einmitt. Svo bara eitt í viðbót með þetta, allt þetta, þessi hlutabréf, þú veist að
það var mjög flott einhvern veginn kynningin hjá Robinhood til dæmis, það var hérna einhverju ráðstefnu sem tengist einhver svona aðeins í Ethereum í Cannes í Fraklandi og Vitalik Buterin var talað hana líka og eitthvað svoleið sko en það komið eitt svona sem ég veit ekki hvort það er svona aðeins skyggir á þetta hjá þeim sko, því að þeir sögðu að þau veru líka með hlutabréf sem væri ekki á markaði og þau nefndu þar þarna var SpaceX, OpenAI líka. OpenAI. Já, einmitt. Svo kemur sama Altman og X og segir við tengjumst þessu ekki neitt. Nei. Og þá faraði einhvern veginn svara fyrir sig að þú veist, þetta er ekki bein hlutabréf, þetta er bara tengt við verði beint og eitthvað svo leiðis. Já. Mér fannst svona, eins og þetta var einhvern veginn allt í ákvætt. Þú veist, hefur ekki mátt bíða aðeins og vinna þetta aðeins betur sko. Og þetta var Robinhood einmitt sem ekki fyrsta skipti sem þeir svona komast í fréttinar fyrir eitthvað svona smá shady, voru það ekki þeir sem voru aðal í þannig GameStop-ruglinu, er ég ekki munað það rétt, var það ekki Robinhood sem lokuðu fyrir þú gast ekki keypt til að bjarga vonasjónum einmitt sko, þannig að en ok, þannig að þetta virðist samt sem að vera þannig að þó þetta sé búið að setja á laginnar, þá er þetta samt ekki eins og ég er að skilja þetta þú veist, þetta er samt ekki orðið eitthvað svona fullkomið bara stock trading, þú veist, þú ert að kaupa actually hlutabréf á bálkinu, þetta er eitthvað skonar tenging sömu áhrif, svipa bara eins og þú eru að kaupir Bitcoin kontrakt, þú getur alveg argjað það er sömu áhrif, þú farið sama exposure að verðinu sko, en þú varst ekki eignast Bitcoin samt. En getum við ekki samt sagt að þetta sé rauninni bara sama og stöðuleika myndir, því þú veist, þetta er sama að þýliturinn þegar þessu útskýrt áðan hvernig er það strax keypt fyrir það sama og þeir geima það sjálfur þá finnst mér þetta að vera samt sama og stöðuleika myndir að það er hver einasta segjum bara þú eigir eitthvað x mikið í Tesla til dæmis þá er þeir geima þeir einn á móti einum jafn mikið í Tesla hlutabréfum þannig að mér finnst þetta samt vera ég veit ekki hvernig maður getur gengið lengra en það sem ég myndi segja að þetta er ekki komið svona 100% enn sem komið er Bandaríkin ekki á þessum bát þá mér grunar að það tengist eitthvað neginn sko bara regluverkinu og lagaumhverfinu í Bandaríkin 100% sko, ekki spurning og það mun koma, það tekur lengri tíma sko, það var frétt, við nú verið að ræða þetta rættum við eitthvað í síðasta þætti og við nú rætta aðeins en það var komið frétt núna á MBL dollarinn vístala dollarins er ekki lækkað meira á fyrstu 6 mánuðum árs síðan 1973 ég held að það verið mest 11% 11,8% sá dagurinn sem að fór mest niður og síðast var það 1973 og svona sem er alveg áhugavert það er bara 2 árum eftir að Bandaríkin dollarinn fór á gullfótinum sko. svakaleg lækkun og það fyrsta sem ég hugsaði í þessu það er alltaf að gagnrýna Bitcoin fyrir sveiflur á verði dollarinn bara orðin eins og altcoin sko. Þetta er rosalegt þannig núna gafar krónunni rétt rúmlega 120 krónur og er rosa gott þá núna fyrir viðskiptavinni myntkaupa að kaupa, þú veist færa peningi yfir, eiga í dollarum að kaupa það hlýtur að vera að fá gott verð á Bitcoin ég meina eins og við talaðum ég meina að Bitcoin gafði íslenski krónu er langt frá hæstu hæðum það er mjög skamt frá hæstu hæðum í dollartalið en það vantar alveg ég held að sé 1,5 milljón eða eitthvað upp á hæstu hæðir eða jáfnvel nær 2 milljónum sem sagt Bitcoin ESK sko þannig að þú ert ekkert að kaupa toppin í íslenskum krónum og fólk þarf þá bara að gera upp í sig finnst fólki líklegt að þetta verð ef við tökum bara parið sko ESK finnst fólki líklegt að þetta sé líklegt að vara til frambúðar að hann sé að fara að hangi 120 ég ætla ekki að þykjast vita það Er dollarinn fara að hækka 10% aftur hraðar en Bitcoin hækkar 10%? Ég ætla ekki að reyna að svara því en ég get alltaf sagt fyrir mitt leyti að manni finnst ónefndarlega dollarinn vera ódýr gagvart íslensku krónunni í dag en spurningi mín var þessi sko ég veit að þetta svara en hvar botnar dollarinn? Já Ég fór að hugsa að gætur þú ímyndaðir að sjá dollar
undir 100 krónum aftur. Ég man eftir að mér langar að segja að það verið 2007 eða eitthvað, man eftir dollarnum í 66 krónum eða eitthvað álíka sko. Ég keypti mér svona bíl þegar dollarinn var 50, man rétt sko. Já, en getur ímyndar að sjá dollar undir 100 krónum aftur? Það er bara alveg súrrealist. Ég held að sé enga líkur að gerist. Nei, ég held að sé ekki. En þá er spurningin, hvar botnar hann? Auðvitað veit ég að íslenska krónan er ekki mælikvarinn, en hún hefur haldist nokkuð stöðug samanborið við aðra gjaldmiðla, þannig að hún gefur nokkuð rétt að mynda af þessu. Auðvitað er ég ekki og sennilega ekki þú heldur sérfræðingar í þessu sko, en þú veist, ég myndi halda að það var hlýtur að vera nálægt botninum. Já, ég hef aðeins verið að svona koma mér, eða svona afla mér upplýsinga hvað þeir sem að sýsla í þessum fræðum hafa að segja og margir gera ráð fyrir, margir af þessum expertum ef maður að ChatGPT-a þetta og googla þetta, að þeir tala að þetta gæti haldið áfram út þetta ár og jafnvel fram á næsta ár sem ég finnst ótrúlegt og eitthvað. Já, og með tímunum kannski er alltaf minka traust á bandaríkjatáli, ég veit það ekki sko. Já, en sérstaklega sko þegar þú ert með sko frekar háa vexti í Bandaríkjunum. Stýrivextir eru 4,25% í Bandaríkjunum. Það er frekar háa vextir þar. En þú veist, ég held bara að þetta er mjög spennandi núna hvernig þetta narratív og samspil dollara annars vegar og Bitcoin hins vegar og svo sko dollarsins hins vegar og þessara stöðuleika mynda þeirra kaupmáttur á skuldum bandaríska ríkisins. Trump er búin að vera að segja þetta, nota þetta alveg ítrekað sko Bitcoin superpower of the world, crypto capital of the world, þar sem hann vill að bandaríki verði. Nú er að koma þessir stablecoin issuerar, Tether og Circle. Það virðist vera með þessu frumvarpi sem við rættum í minni síðasta þætti vera svona greiða fyrir götu þeirra. Já. Og þú veist, ég hugsa bara svipað sem Michael Saylor er búin að tala alltaf mér finnst það make a perfect sense sko er að þvert á móti Bitcoin er ekki að fara að ógna stöðu dollarsins, heldur ef bandaríkin halda rétt á spöðunum þá mun þetta vera það sem gerir dollarin áfram sterkustu mynt og sterkustu forðað mynt heim sko. Jó, ég trúi því, ég held að þetta sé bara svaka flott play einhvern veginn að reyna að styrkja þessa stöðleika myndir eins og við höfum talað áður sko, allir sem, ef ég tala við fólk sem ég þekki og þú tala við fólk sem þú þekkir hér bara á Íslandi sem að kaupa stöðleika myndir eða ég bara tala við vini mína erlendir sem í kryptó, ég hef aldrei nokkuð til mann heyrt nokkuð tala hann eigi einhverja aðra stöðuleika mynd heldur þessar sem tengjast dollarum sko. Já, bara dollar stablecoin, maður hefur aldrei heyrt neinn. Að vísu er náttúrulega að það er íslenskt fyrirtæki mjög flott fyrirtæki Monerium sem er að vísu að gefa út evru á bálkakeðinu sko en ég held að það sé meira svona corporate sko nótkun á því á þess að ég þekki það til lítar en bottomline er þetta, maður sér þetta samt eingöngu basically bara allir sem að þekkir í kryptó, allir kryptó-sefi einstaklingar hafa sísla eitthvað með stablecoins og án undantekninga að minni reynslu þar með talið ég sjálfur bara dollar. Já. En þú veist, svo er þetta bara alls konar svona í kringum þessi fjármála máli í Bandaríkjunum eru mjög furðulegt allt saman sko, þú veist, við erum að sjá þetta beautiful bill þarna, en svo er þetta allt þetta með seðlabankastjóra sko, ég á stundum erfitt með að skilja þetta, þú veist, að bara vera alltaf að tala að losa sig við hann og Scott Bessent var að tala það daginn að bara innan fárra vikna fáum við nýja seðlabankastjóra. Og hann að segja þetta, fjármálaráðherra Bandaríkjanna. Já, og ekki nóg með það, hann er talin líklegastu til að taka við sko, hversu pólitískt væri þetta ef hann tækti sig að við sko. Er Scott Bessent fjármálaráðherra Bandaríkjanna talin líklegastur til að taka við? Ég sá einhverja sérfræðinga vera að spá hver væri líklegastur og tala hann og hann er sá sem við vorum búin að vera að tala að losa sig við hann. Wow. Og ef hann færi, hann er ríkisstjórn. Á hvaða vettvangi var hann að það var okkur blaðamannafundi? Það var á einhverjum fréttamannafundi sem að var að held ég að einhverjum blaðamannafundi eitthvað sem að var að tala þetta sko. Þú veist og ég er á því bara samankvæmku fyrstu seðlabankastjóra þarna eða bara Ísland það áður ekki vera pólitískt staða og vera aðgreind. Nei, en á móti kemur þá held ég samt að sjó óhjákvæmilegt að þetta eða sko bara seðlabankastjóra
sögu Ísland sko, ég meina verið með jú. hvað að minnstakosti sem þetta er bara í fljótubræði sko, Steingrímur Hermannsson, Davíð Oddsson 2 fórstráðarar Jón Sigurðsson var held ég ráðherra já, þannig að þú veist núverandi seðlabankastjóri líklega dæmi mann sem og sá sem var á undan honum kannski síður pólitískir en þetta er samt allt pólitískt og mér finnst að fólk er bara að vera transparent með það sko en ef við þeim text þetta að losa sig við hann og setja sinn mann inn í þetta þá veitum við alveg hvað gerist, það er lækka stýrivexti. Já, það myndi maður halda sko það myndi maður halda sko, mér langar næst að við færum okkur bara aðeins yfir í markaðinn en áður en við gerum það þá ætlum ég að nefna eina frétt sem mér finnst ótrúleg komir svo óvart og mér finnst það svo merkilegt Já, ég held ég veit hvað það tala að það er að BlackRock sem er stærsta eignastýringahús í heimi Já. það er engin aðil í heiminum sem stýrir meira fjármagn heldur en BlackRock, meir en $10.000 miljardar í stýringu. Þetta er bara stærsti, það ekki? Jú. Og stærsti kaupallasjóðurinn sem þeir eru með í stýringu er S&P 500 ETF, bara kaupallasjóður sem gerir bara exposure í S&P 500. Öndin þeirra, eða hvað kallar það? Já, þetta er bara flaggskipið. Já. Og þar eru ykkur $624 miljardar í stýringu og þeir eru að fá með við núverandi gengi, núverandi virði, þá eru að fá í árstekjur af þessum sjóði $187 milljónir. Okay. 187,1 með við fréttina sem ég var að tala Á ársgrundvelli. Já. Og það skiptir alveg mála að þetta sé 187,1. Ég kem inn á það núna er að því að sko vörslugjaldið árlegt vörslugjald er 0,03% af þessum sjóði sem er taka af þeir sem eru bara taka alltaf af heildar eign sjóðsins 0,03%, þess að 3 púnta hverju ári IBIT sem er Bitcoin ETF kaupallasjóðurinn hjá BlackRock hann er með mig langar að segja að það hefur verið eitthvað rétt tæplega $80 miljardar, $77 miljardar eða eitthvað svo leiðis. En hann er eins og með 0,25% vörslugjald eða umsýslugjald, árlegt umsýslugjald kallast þetta. Og það skilar með að það er forstur á svo frétt sem ég var að lesa sem var held ég birt fyrir 2 dögum eða eitthvað $187,2 milljónum sem því það að það er engin sjóður sem er að skila BlackRock meiri tekjum í gegnum umsýslugjald heldur en Bitcoin kaupallasjóður. Þetta er ótrúlega, þegar ég las þessa frétt, ég hugsaði mitt tilbaka, alltaf gaman að hugsa tilbaka, þú veist, bæði það er ekki svo langt síðan, forstjóri BlackRock var bara mjög gagnrýninn á Bitcoin. 2023 tekur hann upp eina. Já, og líka, þetta er ekkit orðin mjög langur tími síðan Bitcoin kaupallasjóður var samþyktur. 1,5 ár. Og þetta er eitt af þessum fréttum sem að ég hugsa bara, þetta hefði ekki margir séð fyrir. Nei, bara, þú veist, ég er bara eitthvað að ég var einhvern veginn manni búin að vera að pæla svona hversu, og maður vissi hvað það var successful launch og allt þetta sko og maður veitir náttúrulega hundruði sko kaupallasjóða, þú veist þannig að og ég vissi alveg að Bitcoin var sko mjög framarlega en mig grunaði ekki að það er engin sjóður að skila meiri tekjum gegnum umsýslugjald heldur en þessi sjóður. Og þá, þú veist, þá komum við kannski að því, þú veist, ég veit að þú ert ekki bara segja þetta því að þetta skiptir máli að þeir séu með meiri tekjur sem við bara frábært. Þú ert að hugsa aðeins lengra okkur bara gæti þetta skipt gríðarlega máli bara líka bara upp á þróununa síðan í kjölfarið. Já, því að þú veist ef ég reyna að hugsa þetta rökrétt út frá ef ég væri Larry Fink, ég hugsa bara ok ég get, þú veist, það var alltaf til eitthvað mettaðri sjóður heldur en S&P 500 kaupallasjóðurinn á BlackRock. Þetta er bara
hver einasti lífeyrissjóður í heiminum örugglega með eitthvað exposure í hennar sjóð eða þú fattar hvað að fara, skilur, það allir, þetta örugglega bara svona, þú veist, já, heyrðu, bara verið með 0,5%, 1%, 5%, 10%, hvað exposure í S&P 500 og hvaða aðil betur til þess fallin en að sjá það, jú, BlackRock. Þannig ok, sá vöxtur lítur að vera bara svona orðin mjög stabilized og þá kemur bara ok, hér ertu með emerging markað sem Bitcoin og krypto og nú þegar eru farin að fá meiri tekjur af Bitcoin kaupallisvonum okkar heldur en S&P 500. Hann nú búin að vera eins og bara crossfari sko að bera boðskap Bitcoin hérna frá því hann tók þessu uppi 2023 búin að vera að tala það að þú veist að bara allir eigi að vera með 2% plus exposure, jável 5%, jável 10% og eitthvað bara þú veist, maður hægt að taka eftir þegar Larry Fink að tala vel um Bitcoin þótt maður ekki trúaði í 2023 ekki frekar maður myndi trúaði að Jamie Dimon færi að tala vel um Bitcoin á næsta árum. En ok, svo hugsaðir, herru, hér greinlega það bara samþykkt, það þykir ekki tiltöku mál að við séum að taka 0,25% og nota bene það eru margir kaupallisjóðir sem eru með miklu herra umsýslugjald, mér minnir hvað ekki greiðskil með 1,5% eða nei, 2,5% held ég, þeir eru aldrei með 2,5%. Já, reyndar allavega áður en þeir fóru í kaupallisjóð. Nei, ég held að þeir heldu þessum 2,5%. Svo settur einhvern nýjan sjóð sem ætlaður að hafa eitthvað lærrað eitthvað. Já, ok, það kann að vera. En þú veist, ég held að BlackRock sé sko með þessi 25 púnta sé eila ódýrastir á markaðnum. Já, ég held að þeir eru annarkvort ódýrastir eða næst ódýrastir. Þeir eru allavega þarna næst. Sko. Einmitt. En á meðan svigrúmi sko með hlutabréf greinlega bara þannig að þetta bara orðið það einhver veginn þroskaður markaður að það ekkert í boði að vera að taka nefnum bara einhverja örfa á punta og Play snýst á bara að vera með einhverja $100 miljardar í stýringu. En svo hugsaði hann bara, ok, hvað Bitcoin að fara í $500,000? Þá bara með við núverandi eignir þetta að fara að fimmfaldast og við erum þá að fá tæplega $1 miljard í tekjur. Og við erum að fá 0,25%. Já, þá erum við að fá, með þetta, ef Bitcoin væri $500,000, þá erum við að fá kannski $900 milljónir rúmlega í tekjur, sem sko 5 sinnum meira heldur en þeir að fá í gennum hlutabréfin. Við erum alltaf að lesa og tala þetta gríðarlega stöðuga innflæði, milljarði dollar í hverju einasta mánuði. Að ég myndi bara hugsa, getur við ekki bara aukið þetta enn frekar, skilur, við erum bara með innflæði upp á bara $10 miljardar plus í hverju einasta mánuði, Bitcoin keyrist upp í $500,000, $1 milljón og við allt innu komum með þú veist, af hverju ekki bara komum með $1 trilljón, $2 triljónir í stýringu, skilur mig. Já, við getum velt fyrir okkur, bara ímyndum okkur, þú ert þetta starfsmaður BlackRock og ég að fá ráðgjöf hjá þér og ég segi, hvað á ég að setja mikið hlutverk í S&P og hvað á ég að setja mikið hlutverk í Bitcoin sjóðin ykkar? Ertu hlutlaus? Einmitt, þá myndir þú einmitt klárlega verið með bias hvert peningurinn eigi að fara, sko. Og ég minna á eitt sem kemur málunum líka við, sko, ef við bara rifjum upp það sem við töluðum fyrir einhverjum mánuðum síðan. Og þú veist að því, þú veist, einhver myndi segja, þetta ekki bara svona til að byrja með, þeir hafa þess að tekjur af þessu, en myndi ekki hægja á sér, þá þau bara minna á þegar gull var það kaupallisjóði. Þú veist, á fyrstu 6 árum jókst innflæðið inn í sjóðina á hverju einast ári í 6 ári röð. Og þú veist, þú heldur að Bitcoin sé ekki að fara að gera think again, sko. Og bara þetta, hvað búið að vera vinsælt, ætti vinsældin bara hætta einhvern mann í febrúar næsta ári. Og takk eftir, þetta svona vinsælt þegar það er eins og við erum búin að tala því miður eins og rispu plata síðustu þætti, en það bara verðum að segja hlutina eins og eru. Það er engin stemning á markanum, þráttur að Bitcoin sé þessum hæðum. Engin stemning er kannski dramatískt. Það er lítil stemning, sérstaklega með verðið. Þannig að hvað heldur að sé að fara að gerast þegar hún byrjar? Þetta auðvitað þannig, við erum að tala þetta skríðarlega success
kaupallasjóðan á Bitcoin. Gríðarlega success hjá BlackRock sem þeir eru að fá meira fí bara núna 1,5 árum setna heldur en flaggskipinu þeirra sko. Já, og svo þegar þú skoðar 1 ár aftur í tíman hvað þeir eru að taka inn og berða síðan saman við það sem við höfum líka talað þessi fyrirtæki á markaði sem eru að kaupa Bitcoin þá samt fyrirtæki á markaði að kaupa meira heldur en kaupallasjóðan þeir að taka inn. Reyndar er það aðalega einn aðili þar sem við höfum oft talað um Michael Saylor en þú veist, þetta er ótrúlegt. Já, þetta er það og þetta svona, þú veist, ég hugsa allavega bara, þú veist, skilur, hvað snúast fundinir innan veggja BlackRock ég myndi halda bara, hvernig eru að fara að, þú veist, bara, skilur, bústa þetta enn meira, sko, þú veist, en ok, þetta er mjög áhuga punktur. Þá yfir í markaðin, eins og við tölum Bitcoin gerði allir all-time high, vorum þarna bara svo skamt frá því, munaði $1,500 með eitthvað. Aðra myndir tóku þarna gott flug í Ethereum á þessum degi var upp 8%, það var upp meir en Solana á þessum degi. Ég held að það sé 6, eitthvað yfir vikuna eða eitthvað svo leið sko. Já, en fær þetta rejection í dag pínulegilegt að það sé í dag þegar við erum að fara inn í helgina erum að taka upp þennan þátt, það hefði alveg verið gaman að taka upp Bitcoin í 115k og í Ethereum í 2930. Það verður gaman einhverja vikuna, hvort það verður næstu viku ég skal ekki segja, en eins og þú segir og við kannski fyrir núna inn á þetta hefur ekki alltaf verið þannig á svona ef við höldum áfram að miða við cyclicality sem ég er enda byggja á að eigi ekki lengur við en enga síður seinni helmingurinn hefur alltaf verið betri, seinni helmingur ársins. Seinni helmingur ársins sem við erum komin inn á núna hefur, held ég svona að meðaltal alltaf verið betri og ef við skoðum að meða við árin sem að skipta kannski meira máli sem 2017-2021 sem rauninni árið eftir halving, að þá bara, þú veist, bæði mjög mikill munur. Já, og það bara bæði Q3 og Q4 og líka sumari og líka júli og ágúst. Ágúst hefur verið mjög góður mánuður til dæmis á þessum árum, sko. Þannig að þú veist, þannig að við segjum ok, við erum svektir þetta fyrir eitthvað aðeins niður, en þú veist, ég held að við séum að sigla inn í tímabil núna næstu 6 mánuðina sem að engi spurning verður miklu betra tímabil heldur en fyrirhlutið ásins. Veist, ég vona þetta að verða ekkert í Íran dæmi eða en eitt tollamáli eða eitthvað, en samt sem áður bara svona, og ég trú bara alltaf að halda áfram að trúa því þó að þú veist að síðustu 90 dagana þá bara hefur í 2 ára að ekki verið lærri í Alcon indexinum sko einhvern veginn sko miðað við Bitcoin. Þá samt að bara ég held áfram að vera bjartsýnn og mátt bara spurja mig reglulega hvort þetta sé að fara að gerast en ég bara trúi því að og mér finnst bara undanverið, Ethereum bara ég bara lúka vel sko. Já, ég held með Ethereum þó ég nánast ekki til Ethereum sko. Nei sko, ég er ekki ósammálaður. Ég er endur alveg sammálaður en það bara var ekki laust að ég svona fór næstu að hlæja pínu af því að við tökum okkur ekkert of hátíðlega en það var bara eitthvað svo fyndið að sjá sko að júli, ágúst verða hérna góður af því að við báðir vorum svo búllis ef þú talaði við okkur í nóvember, desember að vorið yrði svo gott og við höfum allar forsendur, alla ástæður til að vera það og svo og þetta minnum líka því að ég hef búin að horfa svo mikið á hann Rápal var að horfa á núna í gær og hann er alveg fyndinn gaur sko, hann er alltaf með þetta hann er með frasan sko how to unfuck your future sko, hann sé bara verið í krypto til 2030, bara langur í krypto og þannig það er leiðin til að unfuck your future. Já, og svo var hann næstu 5 ár bara mikilvægustu ári fjárfestingum allra tíma. Það sagði bara, þú hefur 5 ár til að unfuck your future. Já. Þetta er, og málið er, við erum að hlæja þetta sem vonbrigði og hitta þetta, ég er samt 100% borðað þessum bát. Ég er ekki eins, og þess vegna er ég kannski slakari líka yfir því, þó þetta sé alveg þreytandi að sjá altcoin sem ekki vera að delivera mánuðum saman. En ég er að hugsa þetta play, Bitcoin aðalega náttúrulega, en líka þessi major crypto project
þetta er 2030 playið, þetta er 5 ára tímarami og ég var að hlusta á hann og hann var að díla við feedback frá okkur hann var að lesa upp svona, þetta var svona semi-mean tweets og þá kom ykkur og sagði bara, herru, að hlusta á þig er búið að fuck my future og hann kom bara með sko, þú veist, að þú veist, þá kom hann bara með hann punkt, það er svona fór ég að hlæja sko, hann sagði bara, þú veist, þetta er allt handað við hornið, þú veist, júli, ágúst, Q3, Q4 Q1 á 2026, Q2 á 2026 aftur, ég er ekki ósámála þessu en ég er bara að segja að ég held að þetta sé alltaf hættan við þegar menn eru haldnir ofur samfæringu að menn einhvern veginn eiga svo erfitt með að viðkenna þær hafi ránt fyrir sér, hvort sem er Rá Pál eða ég eða þú heldur hugsa maður alltaf bara þetta gerist næst en við erum alltaf með rök fyrir því af hverju þetta er svona. Já, og ég ætla bara að leiða mér að segja það, þú veist, eina sem við getum gert hérna í þessum þætti er að vera að reyna að koma með góð gögn sem að geta einhver leiti spáð fyrir eitthvað en leggjum áherslu á það, þú veist, ef að við vissum nákvæmlega hvað var að fara að gerast og hvenar, þá værum við ekki einu bara að fjárfesta, við vorum að fjárfesta í réttu hlutunum og við vorum að treyta daglega. Þannig að þú veist, eðlilega bara getur, eins og oft sagt mér að fortíðin hún hvað segir, it doesn't predict the future but it rhymes rýmar við hana en þú getur ekki verið örugum með það Sagan endurtekur sig ekki og rýmar bara trúa því að seinna helmingur ársins það hlýtur að gera, það muni gerast við munum að fá lækkaða vext í Bandaríkjunum við munum, þú veist, fólk ég held líka að mennana úti trúið því líka og þar alveg við munum fjárfesta og svo framvegis sko. Eins og segi, ég er og það er ástæð líka fyrir að ég leiði mér að taka þetta svona léttulega og sjá komisku hliðanar ákvæmdi hefur spilast út hingað er að ég er svo confident að þetta muni eventually spilast út eins og við höldum og líka bara sko þegar að ég finn bara hjálpa mér sérstaklega alltaf með Bitcoin en líka þau kryptopróti sem ég hef trú á er að þegar maður, og ég finn þetta á mörgum til dæmis vinum mínum sem eru viðskiptavinir og eru ofta að senda á mann hvað er að frétta markaðanum okkur þetta svona og okkur þetta hins einn og ég kannski rek mér náttúrulega á það að þeir hafa ekkert nefnt að kynna sér fundamentalin, hvorki við Bitcoin og enn síður aðra rafmyntir og alltaf eitthvað ef ég verði eitthvað svona svartsýnn eða svona þreyttur á hvernig þetta er að atvikast eða spilast út þá zooma ég bara alltaf út á fundamentalin og bara, þú veist fundamentalin á Bitcoin, skulum ekki vera að taka næstu 20 mínútur að fara yfir þau þar til þættir það, fundamentalin á öðrum rafmyndir sem við talaðum og svara bara alltaf þessar spurningu sko, skiptir þetta máli inn í framtíðina, er þetta að fara að provæta raunverulegt value inn í framtíðina og svarið mitt er afgerandi já meðan það svarið afgerandi já þá er hitt allt bara noise og auðvitað við lifum bara ef Guð lofar til, ég veit ekki 90, 100, 110 ára þannig að þú veist á einhver tíma þarf þetta að spilast út en þess vegna er ég að segja, þú veist, mér finnst Rá Pál make a sense með 2030, þetta er þessi 5 ára gluggi. Þú skiptir þetta máli með framtíðina, þú varst að tala það og við höfum oft talað hérna og það er með svona verið umræða, er einhvað sem skiptir máli og sé einhvað annað en Bitcoin til dæmis. Það sem mér finnst svona bara að fyrst úr að segja þetta, að meina, þú veist, ok, það er kannski ekki að hreyfa mikið endilega við verðinu en þú veist, ef við tökum bara hérna þessa stóru frétt sem vorum að tala áðan með, þú veist, hlutabréf á bálkakeðinu og við erum með 2 bálkakeður sem skipta máli, við erum með reynda með layer 2 en bara stundum grunn bálkakeðuna, þá erum við með Solana og við erum með Ethereum og ég þá segi bara, er þetta ekki svona ef við okkur vantaði einhverja svona rök og sönnun fyrir því að þessi
þessar bálkakæði verður notaðar í raunverulegum tilgangi þannig erum við komið hlutabréf á þessar 2 bálkakæður er það ekki sönnin og bullish svona long term? Jú, ég meina bara eins og líka bara segir inn á stablecoin markaðarinn og við tókum nú þess í þessum þáttum sem við tókum fyrir í Ethereum og Solana nefndu nú fjölmörgunum dæmi sko og þessi use cases þeim er bara að fara fjölgandi og ég er svo viss þetta bæði með Bitcoin og bálkakæðtakna þetta almennt það mun aldrei verða eitthvað svona eitt aha moment hjá heiminum þar sem bara svona Bitcoin er málið bálkakæðtaknin er hérna málið, ekki frekar með internetið þú getur ekkert bent á eitthvað moment þar sem bara nú fattaði heimurinn að internetið var ekki bóla heldur komin til að vera og gerbreyta heiminum og rauninni læðast inn í það kemur bara smá saman það bara kemur smá saman og eitthvað veginn, ég held að þetta verði nákvæmlega eins með Bitcoin og sambandi við það, ég veist alltaf gaman að skoða eitthvað svona samanburðar línuritt yfir adoption á internet og ég var að skoða það bara síðast í gær þar sem menn að segja þú veist þeirra bóra saman með samfélagsmiðla, internetið gemsana, þá eru við samt ennþá bara 3% inn í 100% adoption. Já, pældi því. Það er svo rosalega, við sem sitjum ég held að við okkur líður stundum eins og að séu komið 70%. Einmitt. Það við erum samt bara, ég trúi ekki að það sé bara einhver að draga úr og setja við 3%. Við erum bara komið miklu styttra og við virkilega svona förum út úr þessu stúdíói og við förum að fara að tala við fólk í kringum okkur sem við erum ekki vanir að tala við ekki bara í kringluna bara taka stöðun á fólki það var einhver að spyrja mig daginn og sagði bara hvað er Solana, hver er tilgangurinn og maður lendir í vandræðum því að þú þarft að útskýra svo margt sko. Já einmitt, þú ert til að bara byrja að henda inn í bókið viðkomandi eða hlaðarpynt, þú verður að segja bara hlaðarpynt og spjallu svo skulum spjalla hérna þannig þú veist, ég held á að varandi marka en þá erum við það er nokkuð þetta, það er bara áfram svarið þolinmæði, ástæðli bjartsýni fyrir seinni helmingin eitt samt í markaðin bara örlítið, ég var bara að hugsa þetta áðan þegar við vorum að tala þú veist hvað, er markaðurinn að fara upp, niður og allt þetta eitt svona viðmið sem ég og þú líka held ég hefur stundum haft til að velta fyrir hvort að áhugin að vera meira og rítilega að koma inn. Ég sá aukningu í þessari viku að fólk sem hefur áhuga á markaðanum búin að vera kannski 1 til 4 ára markaðanum en verið svolítið svona að detta út og ekki gefa sér tími í þetta. Það var að hafa samband við og segja hvað er að kaupa núna, hvað finnst þér ég að kaupa og svo framvegis. Það er svona eins og þessi dagar þótt að það hafi ekki verið margir dagar sem var að hækka. Það er svona kveikt aðeins í fólki sem svona kíkir á þetta annað slagið. Ég er 100% sammála, þetta er bara nákvæmlega að ég var að ræða henni upp að við þáttar sko, að þetta rýma algjörlega við okkur upplifun. Við fundum bara meira engagement, spæk í nýskráningum, spæk í veltu, spæk í fjölda viðskipta, you name it sko. Þetta er orðið frekar flott, það eru nokkrar fréttir, ekki stórvægilega sem að tekja hérna í restina. Enga síður ég var að vonast til að þetta væri fake news en svo virðist ekki vera en það er að Kalifornía er hársbreidd frá því að samþykkja lög rafmyntir ég held samt að hársbreidd frá því ekki en það á eftir að fara í gegnum öldungadeildina í Kaliforníu Já, lög rafmyntir, það hljómar vel í upphafi þegar þú segir þetta Já, þetta er vísu sko, þetta er að takla eitt en það er eins og með margt annað, there's more to it, þetta hljómar hræðilega fyrst og ég er sannarlega ekki gott en það er að verði þessi lög samþykkt óbreyttir mynd að þá þeir sem eiga rafmyntir á kaupöllum eða öðrum plattformum, þetta gildir ekki þá sem eiga rafmyntir á einu veskjum og það hreyfi ekki þessar rafmyntir í 3 ár þá má ríki gera þær upptækar 4 ár, já 3 ár en þetta er samt ekki alveg svo einfalt það er samt þannig að ef þú lendir í þessu þá er þess að ef rafmyntir liggja hreyfingarlausar í 3 ár inn á Coinbase eða hvað það er
að þá má skilgreina sem unclaimed properties og ríki gerar upptakar. Hins vegar til staðar ef þú lendir í þessu af því að þú bara varst þolinmóður á Bitcoin, gera bara nákvæmlega það átt að gera, bara liggja á Bitcoininu að þá ferli sett fyrir því til að endurheimta það. En þú veist að fara á stað með þeim, ég finnst þetta bara þetta hljómar algjörlega galið og þetta það, auðvitað þetta galið. Íslenska krónur á einhverjum vaxtareikningi með 3 ár, það var bara við erum sjá að þú ert ekki að nota þetta ángríns, þetta alveg fáránlegt hlutabréfi eða eitthvað svoleiðis. Ég myndi, þú veist, þó mér finnst það fáránlegt jafnt sem áður, þá myndi ég skilja 20 ár með eitthvað svona pælingar, ég er ekki að segja að ég myndi leggja blessum yfir það. En það samt mikilvægt að nefna, það samt ferli, ef þú lendir í því að það tekið af þér hana, þá ferli fyrir þig til að endurheimta það, hugsun, rökin fyrir þessum lögum eru sem sagt þau að þetta til þess að þetta hljómar reyndar eða fárlega þegar maður segir þetta upp á. En rökin eru sem sagt að eignir sett fara ekki forgörðum, skilur, eins og bara Já, það má bara fylkið að landið eða hvað með, þú veist þessi maður, hann á börn og bara, hann bara langar ekki í það meira, má ekki ætti ekki börnina sem fá þetta. Þetta auðvitað fáránlegt og ég síðastu mann alltaf að verja þetta. Eina sem ég að segja er að þetta hljómar enn verfi fyrstu sínaðundar, en þetta hægilegt. Ég vildi samt einhvers veginn nefna að þetta raunverulega í gangi í fylkinu hjá Gavin Newsom. Það bara svo fyndið, mann finnst það líka bara svo sérstætt, þegar maður bara svona viku eftir viku sér bara jákvæða fréttir. Já. Svo sér maður þetta sem alveg og þetta í engum takt við það sem að gera, sko. Það bara Kalifornía, við ætlum að gera þetta. En þeir eru náttúrulega alveg, sko, ég held að Kalifornía sé líklega það fylki í Bandaríkjunum sem eiginlega brútt frá öllum mælikvörðum í langmestri hnignun. Þú veist, þetta var the promised land, skilur. Þetta var the Golden State og allt þetta, skilur. En það bara í dag, þetta bara öll tölfræði sem hvort sem glæpatíðni, efnahagsmál, staða heimilislausa, allt í vaskinum og ekki þetta að bæta úr skák. Árum fyrir maður að loka þessu, Björn, þetta voru að flott yfirferð. Þú varst með einn mann sem heitir Rick Edelman. Já. Og ég heldur bara aðeins og kemur inn á þetta af því að bara loka þessu okkur í ákvæðu og svona gaur úr traditional finance sem Já, þetta gaur í traditional finance sem endar alveg tengdur, sko, bara rafmyndum líka. Hann yfir Digital Asset Council of Financial Advisors eitthvað, við skulum ekki fara meira í það, en hann semst founderinn við einhver fyrirtæki sem heitir REA, sem alveg risastórt, þeir eru komið 1,27 miljón viðskiptavinir og með 287 miljardar dollara under management. 287 billion dollars? Já, billion dollars, já. Billion dollars. Þetta risa player, Og hann hefur alveg verið svona kryptofrændi, hann skrifaði með þessa bók sem ég reyndar kannast ekki við þegar ég sá þetta, sem heitir Truth About Crypto í 2021 og það sem var svo áhugavert við það, ef þú skoðar bókinu og það sem hann var að tala um þá, þetta ekki nema 4 ár síðan, þá var hann að mæla með að fólk ætti að setja 1% af fjárfestingur sínum í rafmyndir, man ekki hvort hann talaði, ég held, getur vel verið að tala um Bitcoin bara þá, sko, nú hann að fara að tala um rafmyndir og núna hann bara, kom hann fram og hann sagði, þú veist, þetta hefðbundna kerfi sem allir setja 60% hlutabréf, 40% í ríkisskuldabréf, það bara farið, það alls konar meira að nóti og það með rafmyndir og hann segir, ég myndi segja bara svona íhaldsamir fjárfestar að þeir eiga að setja 10% í rafmyntir og þeir sem eru svona kannski ekki stóra á milli, þeir eiga að setja 25% og þeir sem eru meira svona svolítið aggressífir að vilja bara taka smá afhættur, þeir eiga að setja alltaf 40%. Og hann ekki að tala bara Jónund og Götu, hann að tala um fjárfesta líka, sko. Hann að tala um fjárfesta, hann að tala rauninni til hann að tala til viðskiptavina sinna. Þessar stóru viðskiptavina sinna sem ekki ykkur ég og þú, sko. Nei. Þannig að þú veist, og þetta
þó að við þekkjum ekki endilega mannin, þá er þetta maður sem Ja, er þetta er augljóslega stór player, heimi, sko, mjög stór player. og mér finnst þetta svona, tengist þessar umræðum sem vorum að tala BlackRock áðan sko, mér finnst það svona þegar maður fylgist með svona mönnum sko, er maður að sjá þetta aftur og aftur, kannski ekki svona hátt, þá sér maður, þú veist, menn er að hækka tölun alltaf meira og meira. Einmitt, ekki spurning, maður bara, þú veist, fyrst að maður heyri eitthvað svona, já, 0,25% Bitcoin exposure, svo er allt í norðið 2%, svo menn fara að tala 5-10%, svo kemur svona gaur og tala alltaf 40%. Sko. Já, skemmtilegt að enda þetta á þessu, þetta bara ákveðtis reglega ekki, bara vera með 40% aðlegunni sinni í kryptó. Ég veit ekki af hvernig hann segir ekki 100% en ok. Já, all right, Björn Haraldsson, ég þakka þér kærlega fyrir gott spjall. Já, sem að leiðis. Og þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samferðina og við sjáumst og heyrumst aftur af vikuleiðinni. Þangað til, verið sæl og takk fyrir.